Þú hefur núna verið, hvað varstu lengi borgarstjóri? Ég var rúmt ár. Og með 4 milljónir á mánuði? Nei. Tæpar? Nei. Nei. Ég sko, er það vísa í launin hjá nýja borgarstjóra. Já. Hún fær tæpa 1 milljón sko ofan á borgarstjóralaunin. Já. Fyrir að vera formaður sambands íslenska sveitafélaga. Ok. Og ég var það aldrei. Nú er ég ekki að reyna að vera með einhver leiðindi, en hvernig getur maður verið formaður sambands íslenskar sveitafélaga og það er rosa mikil vinna, hef ég heyrt, og verið borgarstjóri? Er það engin vinna eða er konan bara... Ég get bara svarað þessu þannig að ég myndi ekki gera þetta sjálfur. Nei. Nei. En hún greinilega þarf minni svefnin aðrir, veist að hún getur sinnt þessum stóru störfum. Sko ég held að það að vera formaður sambands íslenska sveitafélaga sé ekki nætuvinna. Ég held að sé dagvinna. Þannig að það er spurning hvernig þetta kemst allt fyrir. Ég er alveg ég er eindrið þeirra skoðunar að borgarstjóra starfið sé þess eðlis að þú verðir að sýna því bara af allir þínu starfsorku. Já. Og þú getur ekkert gert neitt annað á meðan. Nei. Það er bara svo einfalt. Já. Ef þú ert að gera eitthvað annað, þá ertu bara að vanrækja báða starfsstaði. Já, ég myndi halda það, sko. Já. Ekki það, þú veist, En ég ég meina þykist á einum ofsjónum yfir því að konan sé með launi. Nei, þetta snýst eiginlega ekkert um launin, sko, jú, maður getur haft skoðan á þessum launum, en en bara mín reynsla því að vera borgarstjóri er svo að maður ætlar að gera það vel. Já. Þá er maður að vinna gríðarlega mikið. Já. Borgarstjórinn er að vinna nánast allar helgar eitthvað og ég var mættur alltaf fyrstur og farin síðastur og það er bara sko þú hefur bara ákveðin tíma til þess að ná árangri. Kjörtímabilið er takmarkað. Já. Og þetta eru mál sem taka langan tíma. Þú ætlar að breyta svona stórum kerfum og ná árangri með stóra þunga málaflokka, þá þarf það að nýta hverja einustu mínútu til þess að vinna því. Og þá getur þú gert mikið. En að vera í einhverju 50% starfi við hliðin á borgarstjórastarfinu, ég myndi ekki mæla með því. Nei, og þetta er náttúrulega þessi laun eiga náttúrulega væntanlega að dekka það að þú þurfir ekki að vera í öðru starfi. Já, það er náttúrulega þannig. Varstu með bílstjóra eða? Já. Var hann með þér alltaf eða? Ég hef oft hugsað þetta. Nei, hann er sko bílstjóri borgarstjóra. Hann er sem sagt, í ráðningarsamningnum er það þannig að borgarstjóri hefur aðgang að embættisbifreið og með bílstjóra. Og það nær utan þær ferðir sem að hann er að fara í á vegum borgarstjórnar, borgarinnar. Og en sko þegar borgarstjóri er á fundunum, þegar maður situr stundum kannski bara 4-5 tíma og það bara kemur fólk hver hópurinn inn á fætur öðrum á fund með mér, þá er náttúrulega bílstjórinn bara að sendast með alls konar skjöl og fyrir borgina sko. Já. Hann fer póstrúndin á mótnana út á alla miðstöðarnar og hann er bara á fullu sem svona sendill fyrir borgina. Og að því að fundadagskrán mín liggur fyrir, skilur að mestu leyti, nema eitthvað óvænt kom upp á. Já. Þannig að hann skutla mér á fundi út í borg og það er mjög gagnlegt vegna þess að dagskrán er rosalega þétt. Já. Og það er alveg eins og ráðherrarnir sem að fá akstur, þá ég hugsa að dagskrá borgarstjórans sé nú í flestum tilvikum jafnvel þéttari heldur en ráðherrana.